Axel, við erum hérna á, já, bara við skálan. Þú ert búinn að skila skorkorti. Jú. Og hvað, 5 undir? 5 undir í dag. Get ekki menn bara verið sáttir við það? Bara mjög gott, sko. Veðurstæður bara mjög góður í dag. Völlurinn þetta bara til fyrirmyndar. Alveg... Menna völlurinn getur við raun ekki verið í betra standi en það. Bara alveg gríðarlega flottir strákunum hérna í Keili, hvað við gerum hérna. Bara toppurinn og bara gekk vel upp í dag og bara spilaði mjög solid í dag. Já, Keilir og þetta náttúrulega þinn heimaklúbbur. Þetta þekkjuru hverja þúfu. Margir vilja tala þig sem svona dálítinn favorite af því að þú ert heimamaður. Hvað segirðu um það? Já, skil það bara mjög vel. Líður mjög vel hérna og yfirleitt spilað mjög vel og bara, ég meina, þetta er einn af mínum uppáhaldsvöllum í heiminum, þannig að ekki skrítið kannski. Já, en svona eftir breytingarnar, tók hann ekki breytingu núna á þessu? Jú, hann svona kláraði svona officially svona í fyrra minni mig. Já. En hérna, jú, það er búið að vera aðeins að venjast seinni 9. Það eru þetta orðnar töluvert breyttar og töluvert margar erfiðar hólur þarna, þannig að maður þarf alveg að læra dálítið inn á þær og það er ennþá bara vantar nokkur ár í það og spila fleiri hringi, sko. Já. Hver er þín svona uppáhaldshóla á vellinu? Ég elska 5. 5? Já. Að þú skorrar alltaf vel á henni? Já, það er eitthvað, ég veit ekki, það er eitthvað við hana. Einmitt. Bara allir róa eitthvað pyrraðar út í hana, ég eitthvað með henni. Sé bara eitthvað annað, ég veit ekki hvað er. Eitthvað beauty? Nei, það er ógeðslega margar góðar hólur hérna og svo þetta margar bara... mjög krefjandi, ekki? Þetta er erfiður völlur, eða ekki? Jú, svo þetta bara, veist, eins og hérna gamla 18. fyrir okkur, eða 15. í dag, hún er þetta svona alltaf, veist, maður... Já, hérna meðfram sjónum. Nei, já. Þú voru slæmar minningar á henni og þannig að ógeðslega skemmtilegar hólur, sko. Já. En ef þú lappar með mér í gegnum hringinn, er þetta bara rock solid hjá þér allan tíman bara? Já, ég er með eitt þrípút í dag sem kemur á annarri hólunni, er bara, svo spila bara mjög vel eftir það, mikið af færum bara og koma sér á gríninu, ekkert svona beint vandræði, eitt léltökurinn endar á 5. en gerði svo vel þaðan. Svo þetta bara, já, var þetta bara nokkuð svona áfallalaust, það var svona eitt eins og segi, en það 15. sló í lífið innhögg, þannig að það er svona í heildina litið svona 2 léleg golfhögg, það er bara mjög solid í dag, sko. Ég sá hann að þegar ég skoðaði, þá varst á 6 undir eftir 14. Þú veist, hvar færðu skollan síðan? Ég fæ hann hérna á 15. Á 15, já. Ég fer hérna niður fyrir og reyndi að gera mjög vel, bara rétt með þessi pútið, en veist, bara... Það er pútið detta og... Klaufið hann bara fara niður, en annars bara allt í lagi, sko. Já. Og væntanlega gruna mig, þið setið ykkur aldrei eitthvað takmark um að vera x mörg högg undir væntanlega, er þetta ekki bara að hugsa hvert golfhögg, er þetta ekki gamla góða bara? Jú, þetta er klassískinn bara svona 1 högg í einu og allt það, og svo klísja, sko, en bara stíið sem er komið í íslenska golfið allan í kallamegin, sko, þú veist, ég veit ekki eins og hvernig staðan er, ég heyrði einhvers staðar að Dagbjartur væri líka 5 undir og svo Tómas með mér 4 undir og Aron var mjög lengi vel hann í kringum okkur, svo bara fór aðeins og falla undir fæti hjá þeim hann að seinni 9, en veist, það er enginn að segja mér að þessi strákar geti ekki hendi bara 700 á morgun og það var ekkert, en fætti alltaf eftir veðrinu, en eins og í dag var mjög frábært veður. Já, menn er hægt að biðja betra veður en þetta? Já, Keilir, Nei, og þú veist, þegar það er sól þá blindar það kannski, nú er hún ekkert að trufla og það er bara alveg vindurinn hérna, sko, en ef við fáum svona lítið rok og lítinn vind þá bara er þetta rosalega þægilegt, sko. Einmitt, já. En hvernig er þá hugsunin hjá mér? Grunar að þú sért nú, annarkvort á toppnum eða við toppinn. Breytir engu máli fyrir dag 2, það er bara hugsun bara hvert golfhögg, eða ekki? Við getum fara að íhuga þetta eitthvað á 18. hringnum, síðasta 54, eftir 54 eru búnar, þá getum við fara að íhuga þetta eitthvað. Já, þangað til er það bara að hugsa hvert golfhögg og... Við erum bara að reyna að halda sér eins og núna maður er greinilega komin í fína stöðu og reyna bara að halda sér þar núna. Og bara eitt högg einu akkurat. Og spila þitt golf. Eins og ég grínast oft með, ég held að það sem að þið hafið líka umfram okkur hinna áhugagaurana. Þú veist, þið eru bæði náttúrulega með betri líkamlega, betri sveiflu og allt þetta. Þið eru líka talsveit betri sennilega í hausnum. Þetta er þetta, ég myndi segja að milli okkar allra hérna í sem eru toppbararnir er eiginlega bara, það mun skila á milli, sko. Þú veist, jú, þetta er einhverjar slá betur og einhverjar skora betur og allt það. Já, púta betur þennan þetta. En svo koma taugar og allt það. Já, nákvæmlega. Og það er bara margt sem getur gerst og þetta, veðrið er ófyrirsjáanlegt, þannig að það kemur eitthvað rók og rigning hérna, þá er þetta alveg orðið strembið test, sko. Er þetta ekki bara í skífuna með byrjunum hér? Bara mjög ánægður og bara hlakka til bara til morgunsins. Frábært, takk fyrir. Takk fyrir.